Fólk hafði nú flykkst að í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir. Jesús tók þá að tala, fyrst til lærisveina sinna. Vari súrdeig faríseja sem hræsnin. Ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né lengt eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafið talað í myrkri heyrast í birtu. Og það sem þér hafið hvíslað í herbergjum mun kunngjört á þökum uppi. Það segi ég yður, vini mínir. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða og fá að því búnu ekki meira að gert. Ég skal sýna yður hvern þér eigið að hræðast. Hræðist hann hefur vald að deyða og að því búnu varpa í helvíti. Já, ég segi yður. Hræðist hann. Eru ekki 5 spörvar seldir fyrir 2 smápeninga og þó gleymir Guð engum þeirra. Hárin á höfði yðar eru jafnvel öll talin. Óttist ekki, þér eruð meira verðir en margir spörvar. En ég segi yður, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun mannssonurinn afneita fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegn mannssyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafið þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður, eða hvað þér eigið að segja. Því að heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja ber. Einn úr mannfjöldanum sagði við Jesú: Meistari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum. Hann svaraði honum: Maður, hver hefur sett mig dómara eða skiptaráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá: Gætið ykkar og varist alla ágirnd. Enginn þiggur líf af eigum sínum þótt auðugur sé. Þá sagði Jesús þeim dæmisögu þessa: Maður nokkur ríkur átti land hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér: Hvað á ég að gera? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði: Þetta geri ég. Ég ríf hlöður mínar og reisi aðrar stærri og þangað safna ég öllu korni mínu og auðæfum. Og ég segi við sálu mína: Sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann: Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð, og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim safnar sér fé, en ekki ríkur í augum Guðs. Og Jesús sagði við lærisveina sína: Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullir líf yðar, hvað þér eigið að eta, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hyggið að hröfnunum, hvorki sá þeir né uppskera, eigi hafa þeir forðabúrið að hlöðu og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið spönn við aldur sinn? Fyrst þér nú orkið ekki svo litlu, hví látið þér allt hitt valda yður áhyggjum? Hyggið að liljunum, hversu þær vaksa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað, hve miklu fremur mun hann þá klæða yður, þér trúlitlir. Hafið ekki hugan við hvað þér eigið að eta
og hvað að drekka, og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en Faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu. Fáið yður pingjur slitna ekki, fjársjóð á himnum þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi í nánd komist, né mölur spillt. Því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Verið vel tíaðir og látið ljós yðar loga. Og verið líkir þjónum bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi og þeir geti lokið upp fyrir honum leið og hann kemur og knýr dyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi hann kemur. Sannlega segi ég yður, hann mun búa sig, láta þá setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann miðnætti eða síðar og finni þá vakandi, sælir eru þeir þá. Það skiljið þér að húsráðandi léti ekki brjótast inn í hús sitt ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur, Drottinn, mælir þú þessa líkingu til okkar eða til allra? Drottinn mælti, hver sá trúi og hygni ráðsmaður sem húsbóndinn setur yfir hjú sín að gefa þeim skammtinn á réttum tíma? Sæll sá þjónn húsbóndinn finnur breyta svo hann kemur. Ég segi yður með sanni, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef sá þjónn segir í hjarta sínu, það dregst að húsbóndi minn komi og tekur að berja þjóna og þernur, eta og drekka og verða ölvaður. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi hann væntir ekki, á þeirri stundu hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sá þjónn sem veit vilja húsbónda síns og hirðir ekki að hlýða honum, mun barinn mörg högg. En hinn sem veit ekki hvað húsbóndi hans vill, en vinnur til refsingar, mun barinn fá högg. Hver sem mikið gefið verður mikils krafinn og af þeim verður meira heimtað sem meira léð. Ég komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Skírn á ég að skýrast. Hversu þungt mér uns hún fullnuð? Ætlið þér að ég sé komin að færa frið á jörðu? Nei, segi ég yður, heldur sundurþykki. Upp frá þessu verða 5 í sama húsi sundurþykkir, 3 við 2 og 2 við 3. Faðir við son og sonur við föður, móðir við dóttur og dóttir við móður, tengdamóðir við tengdadóttur sína og tengdadóttir við tengdamóður. Jesús sagði við fólkið, þá þér sjáið ský draga upp í vestri, segið þér jafnskjótt, nú fer að rigna, og svo verður. Og þegar vindur blæs af suðri, segið þér, nú kemur hiti, og svo fer. Hræsnarar, útlit lofts og jarðar kunni þér að ráða. Hvers vegna kunni þér ekki að meta það sem nú að gerast?
Hví dæmi þér ekki af sjálfum yður hvað rétt sé? Þegar þú ferð með andstæðingi þínum fyrir yfirvald, þá kostaðu kapps það á leiðinni að ná sáttum við hann, til þess að hann dragi þig ekki fyrir dómarann. Dómarinn afhendi þig réttarþjóninum og hann varpi þér í fangelsi. Ég segi þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrr en þú hefur borgað síðasta eyri.